föstudagskvöldi og já, það 12. október fyrir þá sem að hlusta hérna eftir og línuna komin Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Þór Þorlákshöfn. Komdu blessaður og sæll eða ekki? Sællur. Og til hamingju með að vera þjálfari hjá Þór Þorlákshöfn. Já, takk fyrir það. Hvernig svona leggst tímabilið í því núna? Það bara mikil til okkur. Við erum bara búin að bíða lengi og æfa vel, þannig að og nú þetta bara bresta á, þannig að það bara mikil til okkur fyrir föstudeginum. Og já, það væntanlega komið svolítið stemning að það ekki hérna núna í höfnina? Jú, það búið að vera ágætis gangur í mætingu í þessum undirbúningsleikjum og náttúrulega búin að spila í Æslandi Gleisvél mótinu heima í höfni og svo lengjubyggarinn og það bara verið ágætis gangur innan sem utan allar. En já, svona áður en þegar þú ákveður að taka við Þór Þorlákshöfn, hvernig svona lagðist það verkefni í því? Það verður bara að segja alveg sér, það lagðist alveg gríðarlega vel í mig. Ég þekki náttúrulega hópinn alveg ágætlega. Ég hef starfað með 1-4 leikmönnum liðsins í yngri landsliðunum í gegnum tíðina og kynnst þeim og þeirra fólki í gegnum það starf og veist sem væri að þarna væri mikill hugur í mönnum, mikill metnaður og svo erum við Benedikt Guðmundsson mikli vinir og hann hefur látið vel af veru sinni í höfninni, þannig að ég vissi sem var að ég var í gott umhverfi með öflugu fólki og bara verið virkilega ánægður með framgang mála til þessa. En svona með hópinn hjá okkur, það náttúrulega talsverðar breytingar að það ekki frá seinasta tímabili? Jú, það náttúrulega urðu smávægilega breytingar. Það náttúrulega við erum með annan bandaríkjamann. Þeir voru með Govens í lok síðasta tímabils og við erum með Vans Hón sem í raun á sínu fyrsta starfi í Evrópskum körfubolta og svo fyrstu við Sóvits sem hættur, fluttur til Kanada og Tómas Heiðar fór í Stjörnuna og Oddur Ólafs aftur heim í Hveragerði og á sama tíma erum við búin að fá Ragnar Ágúst aftur heim og það mikill styrkur í honum og líka fylgir það ekki svolítið stemning með honum bara í klefunum líka? Það sjálfsögðu, hann náttúrulega bara frábæri liðsmaður og gefur mikið af sér og setur mikla tilfinningar í þetta og bara spennandi að vinna með honum í vetur og svo fengum við Ragnar Örn Bragason frá IR og Raunar Karl Guðmundsson úr Breiðablik sem eru ungir strákar sem að senda hópinn og hafa bara staðið sér fínt það sem af er. En kaninn sem þið eru með núna, hvaða leikmaður er það? Vans Hól er bakurinn, hann er svona leikstjórnandi sem að getur nú alveg leyst vængstöðnar. Þetta er strákur sem er 1,93 á hæð og kom til okkar miðjan ágúst. Hefur þar alveg fengið fínan tíma svona til þess að aðlagast nýju liði og aðstæðum og við höfum bara verið nokkuð ánægðir með kappan. Hann er flottur skotmaður og duglegur á báðum eftir vallar og bara virkilega góður liðsmaður, þannig að við förum bara bjartsýni með hann í haustið. Hefur undirbúningunum hjá okkur svona gengið að vonum fram? Er eitthvað svona sérstakur undirbúningur sem þið tókuð núna í sumar? Já, við erum svo sem búin að æfa vel í sumar. Þeir byrjuðu í lyftingum í maí og við byrjuðum í bolta snemma í júní og vorum í bolta 3 í viku í júní og júlí. Og svo erum við bara búin að vera á fullu frá því í byrjun ágúst og náttúrulega vorum án Ragga sem var á Eurobasket, þannig að við vorum ekkert með hann inni hjá okkur frá 20. júlí og fram yfir Eurobasket. Og svo er kannski það svona sem hefur truflað okkur hvað mest að Gretar Ingi hefur verið að glíma við meiðsli frá síðasta kemstímabili og hefur runni lítið verið með okkur og einungis spilað einn leik með okkur og sjokknum hans mikið, þannig en högum okkur þó við það er gott að vita að eiga mikinn liðstyrk í honum, bæði náttúrulega mjög reynslu mikill okkar elsti leikmaður og náttúrulega bara frábær í kringu körfuna og það verður bara
já, mjög gott að fá hann tilbaka þegar það kemur. Og já, ég sá hérna að þú ert komið hérna Baldur í þjálfarateymið. Baldur Þór Ragnarsson, leikmann. Já, hann kominn inn í fyrsta skipti í þjálfarateymið í meistaraflokki og sér allt sem styrk og snerpu og þoli og svo bara að vinna með mér í öllu sem stýra leikskipulagi og staðið sér bara vel og flott að fá mann með sér sem að þekkir náttúrulega hópinn vel og hans hlutverk í liðinu hefur breyst töluvert svona því samlega. Hann náttúrulega hefur verið leikstjórnandi og fyrirliði þessi liðs í gegnum tíðina og nú tekur hann svona skref tilbaka, svo má segja, þó hann hafi reyndar verið að spila bara fínt í undirbúningstímabilinu og eftir að reynast okkur vel og kemur náttúrulega með ákveðin kraft og vinnusemi þegar hann að spila en hann náttúrulega líka í ákveðin hlutverki að miðla, þannig að ég trúi því og treystum að það bara eftir að koma vel út. Þetta náttúrulega gefur öðrum leikmönnum ákveðið tækifæri í mínútum að hann kannski svona í minna róli og svo náttúrulega svo staðreynd að Tómas Heiðar horfinn á braut sem hann náttúrulega spila margar mínútur, þannig að það eru ungir strákar sem eru að fá svona kannski möguleika allavega á stærri hlutverkum og það svo þeirra að grípa tækifærin. En já, Baldur, hann kannski heldur þér líka í formið, það ekki? Hann ekki með svona enga þjálfun fyrir þig? Hann þarf nú að rífa sig upp í þeim eftir, það heldur ég, en jú, hann hættur okkur alla að taka vel á því, það engin spurning. Já. En já, nú tímabilið að hefjast, þið með eitthvað svona sérstakt markmið fyrir þetta tímabil? Við hefum nú eftir að setja niður í vikunni. Við vorum að klára í dag okkar síðasta svona æfingaleik áður en að haldferðin í mót og nú hefum við eftir að setja niður og svona ræða það í þaula hvað finnst þetta stefna á en svona fyrir fram þá náttúrulega liðið enda í 7. sæti fyrra, þá horfum við til þess að reyna að bæta við okkur snúning og þá þýðir það efri helmingu deildarinnar, en það er náttúrulega þetta jöfn og sterk deild, þannig að það ekkert gefið í þessu. Við horfum allavega til þess, sem við segja, að reyna að feta okkur eitthvað framar frá 7. vetri. Og já, það kannski spilar inn í að þá mikið af stuðningsmönnum. Þið eigið náttúrulega sennilega vígalegustu stuðningsmannasveit landsins hérna, sem bara svona búin að halda sig í smá dvala, hérna Græni Drekinn. Já, það ekki spurning og ég þekki Græna Dreka náttúrulega bara sem andstæðingur og veit hversu byrjara miklu þeir voru og hversu mikið kraft þeir gáttu svona blásið í brjósti Þórsara á þeim tíma, þannig að það væri ekki spurning að það mikið fagnaðarefni ef við fengjum þá til þess að fjölmenna á völlin í vetur og það náttúrulega lykillinn að því að gera vel í vetur að halda vel utanum heimavöllin og hala inn þau stig sem í boði þar. En svona með hvernig undirbúningstímabili er eitthvað svona sérstakt lið sem svona kannski bara yfirbyrða best á leiktíðinni eða þetta svona allir geta unnið alla eins og síðust ár? Já, ef við horfum á undirbúningstímabili þá eiginlega langvægt að einfalda það og segja það skiptir annars vegar engu máli og hins vegar þannig að liðin búin að vera í allskins aðstæðum. Það eru lið sem hafa verið fullmannu, það eru önnur lið sem hafa verið án lykilmanna og ég held að til þess að einfalda þetta og tala bara hrein og beina íslensku að það náttúrulega leikmannahópur KL-liðsins gríðarlega sterkur og það eru náttúrulega óbúslega gæði og óbúslega mikið reynsla og sigur hefð, þannig að það myndi koma held ég aldrei þjóðin á óvart ef að þeir myndu ekki vinna þetta í ár eins og undanfarið 2 ár. Ég finnst þeir hafa sterkari hópa á að skipa í vetur heldur en síðustu 2 tímabil og þeir áttu svo sem ekkert glans tímabil í fyrra þó að þeir kláruðu hótið svo með en svo náttúrulega Tindastóll gríðarlega sterkan hóp, voru í öðru sæti fyrra og hafa
bætt við sér tveimur leikmönnum, Arnþóri Guðmundsssyni og Pálma Geir Jónssyni, þannig að hópur er gríðarlega breiður og ég veit að það er mikið lægt í sölundar og mikla væntingar. Stjarnan náttúrulega mjög flott lið og njóta góðs að því að fá Tómas Heiðarinn og unnu Lengjubikarinn á dögunum, þannig að þetta eru svona kannski þessi þrjúlið sem að menn myndu tala í fyrstu, en ég held að þetta verði svona kannski, ef við undanskilum KR, þá þetta verði gríðarlega jafn mót. Og já, svolítið gaman að þessa efstu deild hérna, hvað eru mörg landsbyggðarlið, því að þetta sést ekki efstu deildum í öðrum íþróttum vilja? Nei, körfuboltinn er náttúrulega næst útbreidasta íþrótt landsins og það sem er kannski skemmtilegt eins útbreiddur og fótboltinn er, og fyrsta deildin þar náttúrulega fer víðan völl að þá er úrvalsdeildin í fótboltanum mestmegnis á Reykjavík. Það eru 9 af 12 liðum ef við telst rétt til á næsta, það er bara Víkingar, Ólafsvík og Eyjamenn og Skagamenn, meðan að okkar megin eru KR og IR og svo Haukar og Stjarnan sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Svo er þetta 3 Suðurnesalið og 2 lið á Suðurlandi og svo er það Hólmararnir, Króksarar og Hattamenn, þannig að þetta er á víð og dreif og það er bara greiðlega gott og jákvætt fyrir sportið, en það sagðan spennandi vetur í vændum og Karvan að fara inn í tímabil eftir frábæra frammistöðu íslenska landsliðsins á Eurobasket og fjölmiðlar til að mynda Stöð 2 Sport að taka sína umfjöllun upp á allt annað level í vetur og það er frábært að það sé að gerast á sama tíma og við séum með boltan á svona í góðri dreifingu yfir landið. Og já, það verður það ekki alltaf erkifendarslægir þarna í Þorlákshöfn í vetur, því að náttúrulega það eru FSU sem munum komið heimsótt til ykkar og þitt þeirra, og svo er það náttúrulega, já, það má segja að Suðurnesjaliðin sé orðið svona svolítið slægir alltaf þegar mæti í Þorlákshöfn. Já, sko, það er náttúrulega stutt í Grindavíkina og það er náttúrulega svona nettur nágrannar slagur, þó að það sé ekki kannski þessi Suðurlandsskjálfti sem við erum að tala þegar FSU og Þór eru að mæta. Við erum að mæta í yður bara í 4. umferð, þannig að það verða á nefa skemmtileg leikir og ég held bara sem er að það er rosalega lítið það að við getum farið inn í einhverja leiki og síðan fyrirfram einhver úrslit. Þetta verður mikið barátta. Ég held að nýliðarnir í ár bæði FSU og Höftur lið sem að eiga flottan heimavöll og FSU sýnda bara undirbúrstilinu sem dæmi að þeir eru til alls líklir. Þannig að ég held að við hefum eftir að sjá fullt af úrslitum sem að einhverjir myndi talja óvænt í aftur í baráttu. Já, náttúrulega. Einar Árni, við hvetjum að sjálfsögðu alla til að mæta á föstudaginn, þá er fyrsti leikurinn og að gera það ekki mjög mikilvægt að fá fullt hús? Ekki spurning, það er Keflavík í heimsókn og mikilvægur slagur. Við erum að fara inn í bjarta viku, við erum að spila við Keflavík heim á föstudag, KR út á mánudag og svo koma stólarnir í heimsókn annan fimmtudag, þannig að bara tömlu skemmtun og veisla og við treystum því að fólk fjölmenn í Æslandi Gleysfélagina. Einar Árni Jóhannsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við sjáumst ferskir á leiktíðinni. Takk fyrir mig. Bestu þakkir. Já, tímabilið hefjast núna í Dóminusdeild karla. Þessi veisla hefst á fimmtudaginn. IR Tindastóll, Haukar Snæfell og FSU Stjarnan í Iðu korter yfir 7. Svo á föstudaginn er Stjarnan KR, Þór Þorlákshöfn Keflavík og Njarðvík Köttur og þessi leiki líka hefjast korter yfir 7. En við ætlum að fara núna yfir í rallið, því að, já, vorrallið fer fram núna hausti til. Við fylgjum ykkur hvert sem er.